Birgir Leifur, sjöunda sinn. Já, sannkallur heiður að fá að gera það. Hvar fer hann í röðina svona með við hina? Hann fer náttúrulega mjög ofalega. Fyrst alltaf sætur. Það startaði svolítið ævintýri í gang. Það sem gamla Valsmjölningsvélin var að horfa á og bauð mér svo atvinnu styrk eftir það og ævintýri byrjaði og svo þessi og þeir voru nokkrir á vellinum að fylgjast mér líka. Það var ánægilegt að sjá þá. Þannig að þessi fer ofalega líka, slá metir alltaf og ná markmiðum. Það eitthvað sem er frábær tilfinning. Áttirðu, já, við skulum orða þetta þannig. Hvað hugsaður í morgun? Þú varst 4 höggum á eftir efsta sæti. Hvað varst að hugsa í morgun? Ætlaðir að sækja eða hvað ætlaðir að gera? Já, ég byrjaði í gær að pæla aðeins í þessu og ég vissi að ég þyrfti að fá púterinn í gang og nei, ég hugsaði bara, ég vissi að pinnanir eru erfiðar í dag, þannig að það yrði ekki eins mikið fuglasöng kannski á fyrri og svo þegar stressi kemur inn og svona smá reynsla þar, þá veit maður að menn fari kannski að verja eitthvað sem er ekki til og ég setti mig markmið 8-9 undir og myndi líklega ná í bráðabana eða jafnvel döga og ég náði því og beið svolítið eftir að seinni 9 rökk ég svolítið í gang og það var svolítið sætt. Já, og þú kemur hérna með 2 fugla svona í blálókin á 15. og 17. þegar þú þurfti virkilega á þeim að halda. Já, klárlega og ég held að mómentið að ég átti frábært dræf á 15. og frábært rútri inn á grínið. Það er svona mikilvægt að hitta nefnilega þá flöt í 2 til þess að fá fuglinn og að fá fuglinn á 17. var mjög gott, menn þess að pinnin á 18. er mjög erfiður. Ég veit að þannig að vera komin inn á 8 var þægilegt. Þú varst ekki að sækja fugl mjög stíft á 18. Ég miðaði hægra með stöng og reyndi að draga hann inn. Ef að drófi kom þá hefði hann verið frábær en var safe side. Þannig að þú komst aftan að strákunum í dag, þannig að hvað tekur við núna? Framundan náttúrulega bara baráttan við atvinnumennskuna áfram og fór svolítið hægt á stað í ár. Svo var meiddur og búið að slást aðeins við það. Búið með 3 mót á áskorunda, þannig að það verður eitthvað bunki núna í ágúst og seft og bara, við nota tækifærið og þakka forskot og Golfklúbbi Kópavogs í Garðabæ sem hafa stutt gríðarlega vel við baki á mér síðustu árin og það er ómetanlegur stuðningur og annars væri maður ekkert að standa í þessu og ásamt fullt af öðru liði, þjálfurum og fjölskyldu og annað sem kemur á baki þetta. En talandi forskot að því að sjóðurinn að vissulega styrkja fleiri kylfinga heldur en þig, það sýndi sig í þessu móti svona að það er komið mun meiri breidd, meiri gæði í íslensk golf. Við erum að eignast fullt af strákum og stelpum sem að stíga upp og það er náttúrulega frábært að sjá stelpunar sem í atvinnumennsku að svolítið svona einvígi á þeim, setja svolítið tóninn fyrir hinar. Strákanir, ég hef búin að vera að vinna svolítið meira með þeim í landsliðinu og bara þvílíkur heiður að fá að vinna með þessu strákan, þeir eru svo góðir og bara svona óhræddir og flottir strákar. Þannig að hafa sjóð eins og forskot fyrir komandi kynslóð er bara eitthvað sem bara algjört must eins og maður segir, maður má sletta en gríðarlega verðmætt og ekki sjálfgefið. Að lokum, Jaðarsvöllur, þú hlýtur að vera nokkuð sáttur með hann. Já, þetta er frábær keppnisvöllur og layoutið er alveg stórkostlegt og við vitum það að hann verður okkar eitt flottasti völlur og hann þarf svona aðeins að fá að gróa. Hann á nokkur ár og við vitum það öll en hann var mjög sanngjarn og þeir hleyptu pinnunum svona á sanngjarna staði lengi vel og voru góði við okkur inn á milli. Þannig að þessi völlur er frábær keppnisvöllur og þú þarft að slá vel, þú þarft að bjarga þér vel og það er allt í pókanum sem þarf að vera í lagi. En við vitum það að flatinnar þær þurfa smá meiri tíma og þá verður þetta bara einn af okkar bestu völlum. Ætlarðu að láta þetta gott heita númer 7 eða eigum við vonað að þú munir reyna við þennan oftar? Ég vil ekki bara segja það að ég ætla allan að fá að njóta þess að hafa unnið þennan 7. og svo sjáum við hvað framtíðin ber í skauti sér. Glæsilegt, til hamingju. Takk.